Góðan daginn, góði bæjarfulltrúar, bæjarritari sem hér í sal í fundarsal bæjarskrifstofunnar á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 397. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja settan. Á fundi í dag eftirfarandi til á dagskrá. Það fundargerðir bæjar og númer 894 og 895 teknar saman til umræðu atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Skipulags- og framkvæmdanefnd númer 33 og hafnarstjórn númer 326, fjölskyldunefnd númer 32, stjórn menningarstofu númer 17 og síðan 2 almenn mál. Það sem sagt hér svæðisáttunum meðhandlunin úrgangs sem lögð hér fram. Bæri þetta átt ekki að fara í tværum fyrir þér? Samkvæmt fyrir maður frá sambandi. Nei, eina. Þá hér bara einu umræðan þetta. Þetta sem svæðisáttun fyrir Austurland í heilsinni unnið á vegum SSA. Og síðan hérna til að breytingu á fundatíma bæjarstjórnar frá 5. júní næstkomandi, breytinga innan dagsins. En þá göngum við bara til dagskrár og fyrst á dagskrá eins og áður segir bæjarráðsfundargerð 894-95. Ragnar Sigurðsson beðum geðu svo Ragnar. Já, forseti bæjarstjóri ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að fara hérna yfir fundargerðir bæjarráðs númer 894-895. Við byrjum á því að fara yfir í fyrsta lið 1.1, fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2026 og boðuðum þarna formenn nefnda og starfsfólk sviðana inn á funda sem var svona farið yfir skipulag fjárhagsáætlunar vinnunar og hvernig við myndum starta aldrei þessari vinnu. Og hún núna komin á stað og komin inn í nefndirnar sem að taka þá sína starfsáætlanir fyrir. Í lið 1-2 þar var afgreiðslur á útboði við framkvæmdir á Leirubakka á Eskifirði og höfnina þar, Eskifjarðarhöfn og snýrað gatnagerð og veitulögnum. Svo í lið 1-3 þar var verið að ganga frá niðurstöðum dómsmáls varðandi Hafnargötu 6 eins og fram hefur komið hér á fyrir bæjarstjórnarfundum að þá féll dómur í máli sem á rætur að rekja til forkaupsréttar ákvæði sem við höfðum á fasteigninni að Hafnargötu 6. Sá dómur féll að við hefðum með því að virkja forkaupsrétt einnig virkjað kaupskyldu og nú sem sagt búið að samþykkja og ganga frá kaupum Hafnarsjóðs á þessari fasteign. Nú einnig voru við að taka fyrir bréf Livju sem að því miður tilkynnti að þeir hyggjast loka apótekinu á Eskifirði. Þetta hefur nú áður verið til umræðu hjá fyrirtækinu og nú hafa slegið ákveðið að slá í lás og bæjarstjóri hefur verið í samskiptum við forsvarsmenn Livju og við bókuðum jafnframt mótmæli við lokunina. Og bæjarstjóri í þá viðræðum við fyrirtækið það hvernig þeir hyggjast eins og framkom í tilkynningunum hjá þeim mæta þá þeim sem að eiga erfitt með að sækja lyfjaþjónustu langt að og einnig þá munum við þá skoða í framhaldinu hvort að við getum farið einhverjar svona leiðir eins og var gert á Fáskrúðsfirði varðandi kjörbúðina þar sem þá með undanþágu til þess að selja ólyfseðilsskyld lyf út frá því hversu langt að sækja apóteksþjónustu og ég held að það hafi nú gefist vel á Fáskrúðsfirði en eftir sem áður þá þarf auðvitað að huga þeim hóp sem að stendur hvað viðkvæmast gagnvart því að sækja lyf langt að og verður það verkefni bæjarstjórans að leiða það til lykta í samráði við fyrirtækið. Nú í fundargerð bæjarráðs númer 895 þá
fórum við þar yfir upphafið af tilboði Eflu sem að vinna fyrir okkur útboðsgögn vegna útboðs á söfnun og förgun á úrgangi í sveitarfélaginu og við gerum ráð fyrir að fara í hefja útboð með haustinu gagnvart þessari þjónustu og Efla að þá fara að vinna þessi gögn fyrir okkur og undirbúa okkur fyrir útboðsvöllin. Svo tókum við fyrir í máli 2.4 sem varðar íþróttahúsið á Eskifirði og þar var verið að samþykkja það að skipa starfshóp framtíð íþróttahúsins þar og það var ákveðið að í hópnum myndi sitja formaður fjölskyldunefndar, formaður skipulags- og framkvæmdanefndar, auk fulltrúa frá Austra og íbúasamtökum Eskifjarðar og Fjarðarlistanum. Og þessi hópur ætti að taka til starfa sem allra fyrst. Það núna verið að kalla eftir tilnefningum og vonandi getum við tekið það fyrir næstkomandi mánudag vegna þess að starfshópurinn á að skila af sér í september og það er mikilvægt að við náum að funda sem fyrst og hefja þessa vinnu. Nú í lið 2.5 þar var verið að taka nýju fyrir beiðni styrk frá ungmennum hér á Reyðarfirði sem að hyggjast fara í uppbyggingu á Strandblakvelli. Þetta er búið að vera í bæjarkerfinu svona að velkjast aðal út frá staðsetningu og samráði við þessa vösku ungu menn sem að hafa sýnt mikið frumkvæði og hafa lagt mikinn metnað í þessa vinnu, bæði aflað styrkja til gerð vallarins og eru þá að afla óska eftir styrk frá sveitarfélaginu sem við samþykktum með kaupum á Skeljasandi en önnur vinna er í formi styrkja og það var þá niðurstaðan að við myndum koma fyrir Strandblakvellinum á skólalóðinni og það er verið þá að vinna að því þessa dagana. Svo tókum við fyrir svona fórum yfir það sem kom helst upp í umræðinni í viðtalstímum, svona þessum fyrri viðtalstímum okkar sem við áttum hérna frá Reyðarfirði og Suðurfjörðunum og þá tókum við sem sagt fyrir seinni hluta viðtalstímana sem að eru núna búnir. Við kláruðum í gær, vorum í Mjóafirði og þarna var svona verið að setja þau mál sem að voru tekin fyrir og komu upp á þessum fundum inn á dagskrá í bæjarkerfinu og koma því í farveg. Svo tókum við hér fyrir og ræddum umsögn varðandi hækkun á veiðigjaldi og tökum það aftur núna fyrir næstkomandi mánudag og afgreiðum þá umsögn, síðari umsögn vegna þess að málið er að fara í aðra umræðu á þinginu og gerir ráð fyrir að við verðum þar öll sammála að halda uppteknum hætti og mótmæla þessum áformum. Það hefur komið hér fram ítarlegum hætti núna nýverið á fundi með samtökum sjávarútvegssveitarfélaga og þingmönnum hversu afdrifarík og umfangsmikil áhrif þetta hefur á byggðarlag eins og Fjarðabyggð og kemur fram í skýrslu KPMG sem að samtök sjávarútvegssveitarfélaga létu vinna að þetta gæti numið alltaf 80% af meðalhagnaði 7 fyrirtækja hér í Fjarðabyggð og þá eru samtökin að mæla það að þetta hafi einna mest áhrif hér í þessu samfélagi og það allveruleg. Takk fyrir Ragnar, orðið lust undir fundingina bæjar og Stefán Þór Eysteinsson viðmáli. Gerðu svo Stefán. Forseti, bæjarstjóri,
bæjarfulltrúar og starfsmenn aðeins að ræða undir fundargerð bæjarráðs númer 895, bara örsnögt, byrja á máli 24 eins og Ragnar kom inn á með íþrótt og Eskifirði. Það er mikilvægt að við klárum að skipa þennan hóp sem fyrst og gera að þetta verður bara tekið fyrir á mánudaginn og við getum afgreitt þetta þar í bæjarráði svo þessi hópu getur fara að stað sem fyrst. Ég held að sé mikilvægt. Það svo sem bara komum fram á þessu fundi sem við sátum, þessu viðtalstíma sem við sátum núna í vikunni. Þetta hvílir þungt á Eskfirðingum og hefur svo sem komið fram áður. Þannig það er mikilvægt að klára þetta bara sem fyrst. Aðeins með 2.5, þannig er beiðni styrk til Strandblacksvallar í Reyðarfirði. Við tókum þetta svo sem líka fyrir síðast en þetta er bara gríðarlega skemmtilegt og flott framtak hjá þessum hóp og mér skilst þessi að fara að kynna þetta og lokaverkefni sitt á morgun. Þannig að bara óska þeim góðs gengis þar virkilega vel að verki staðið. Náttúrulega aðeins kom inn á með 2.7, nefndarskipan Framsóknarflokks, bjóða Birgi Jónsson velkomin tilbaka í bæjarstjórn. Aðeins svo með 2.8 sem er drög að frumvarpi breytingar á lögum veiðigjald sem við svo sem tökum aftur fyrir á mánudaginn. Það er þetta gríðarlega mikilvægt að leggjast vel yfir þetta og skoðum vel hver þessi áhrif geta verið í sveitarfélaginu. Þetta mál auðvitað hefur fengið svona töluverða umræðu núna upp á síðkastið en þetta er mikilvægt að við förum á dýptina í því og greinum nákvæmlega hver áhrifin eru og komum síðan svona það er auðvitað ljóst að við erum auðvitað með stór fyrirtæki á svæðinu, þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að rýna vel og Ragnar var náttúrulega að vísa í þessi gögn sem hafa komið fram og það er þetta ýmislegt fyrir okkur til að skoða það sem við getum svolítið farið yfir þetta vel og vandlega á mánudaginn. En fleira var það ekki frá mér. Byrjum, takk. Takk fyrir Stefán, orðið er laust, þú skilur að fá að taka aðeins til máls, sem ekki að fara ekki mikið í það. Samstarfsmenn mínir eru búin að fara ágætlega yfir margaðin liðum sem við höfum að fjalla í bæjarráði upp á síðkasti. Kannski aðeins komin, ég ætla nú að svona lýsa þér ánægju með að við bæjarráð tók fyrir og svo sem og Hafnarstjórn einnig hér á eftir. Við erum að fara núna í framkvæmdir í Leirubakkann á Eskifirði, í kring og Hafnarsvæði, þar sem við höfum verið að byggja þessa stóru miklu byggju sem við ekki getum notað ennþá vegna þess að við þurfum að dýpka við hana og sem hefur ýmsum vandkvæðum háð og vonandi getum leyst úr þessu eða náð árangur á þessu ári í að koma þeirri framkvæmdastað dýpkunni. Við erum að fara í heilmiklar gataframkvæmdir og lagnavinnu á lóðinni sjálfur sem er orðið mikilvæg. Það er þessi mikla uppbygging þarna orðin hjá Eskju og það var farið að bjóða út þennan lið og er að hefjast framkvæmdi við það sem verða mikill að bóta bæði náttúrulega umhverfislega og svo náttúrulega notkunnulega öryggislega á þessu svæði. Líka minna hér á svona þessa heimsókn, þessa skónortu E2I sem er að koma núna til Fjarðabyggðar, er ekki að koma til Fjarðabyggðar. Nú, það er nú aldeilis, við vorum að fagna þessu hér í fundargerðinni, ég sé að uppsýkafulltrúin fölnaði, það þegar ég myndist á hana. Ég ætlaði að fagna því hún var að koma hér aftur, hún hefur áður komið hér eftir skúta franska sjóarsins, en þá sjást einhverju skýringar því og við förum við það síðar. Nokkuð aðeins til að koma inn á Svipa og Ragnar hér áðan með lokun Livju á Eskifirði sem var hér til umfjöllunar og hann er búin að fara svo ágætlega yfir þær aðgerðir sem við sem sveitafélag getum gripið til, það er að ýta á þessu fyrirtæki. Þetta er því miður ekki bara þarna, við sjáum þessar miklu breytingar sem eiga sér stað í rekstri margra fyrirtækja sem hafa rekið smásölu landið vítt og breytt með allskyns breytingum á neysluháttum fólks, meiri notkun vefverslana sem dregur úr því að menn eru að versla í sinni búð, sínum stað, ýmiss konar kostnaðarhækkana sem leiða til þess að fyrirtækin leita allra leiða til þess að hagræða sínu rekstri. Og þetta er afskaplega erfitt upp á að horfa. Þetta er fyrir samfélögin út á landi og við verðum miklu meira vör við þetta út á landi heldur en Reykjavík. Eflaust í Reykjavík á sér stað líka hagræðing, mikil ósköp. En það er umfangsmeira samfélag, stærra og fjölmennara. Menn fækka kannski útibúum en þau eru til staðar ennþá inni á höfuðborgarsvæðinu og þú verður minnum að hjá okkur náttúrulega farað úr viðkomandi samfélagi.
Lyfja rekur áfram verslanir á Reyðarfirði út á Norðfirði en hefur áður lokað á Fáskrúðsfirði svima og aðeins ég ætla nokkuð að draga það ef að Lyfja er ekki að gera þetta í neinu tómarum eða léttúð, heldur er þetta einfallega einhver stað sem þeir eru að bregðast við í sínu rekstri, þá er þetta afskaplega erfitt að sjá þetta og ég skil það vel og einmitt í áðurnefndu viðtalstími sem við vorum nú að ljúka í gær, við fórum mjög ófærið, við vorum á Eskifirði á þriðjudaginn og maður finnur þetta hvílir þungt á fólki og það er eðlilegt og mann finnst þjónusta láta undan og það er þetta bara eitthvað sem við verðum sem samfélag, sveitarfélagi á erfitt með að öðru sem með þessum hætti að reyna að setja sig niður með fyrirtæki að ræða það leiðir sem það getur komið að. Það eru kannski ekki margar en leið verðum við sem samfélag að standa vörð það sem við erum með. Reyna að svona nýta sér þá þjónustu sem til boði í samfélaginu til þess að hún geti áfram staðið sér. En eins og sannlega skil ég vel þá ónæði sem Eskfirðingar finna fyrir svo og létum til ljós í viðtalstímanum. Það er erfitt að horfa eftir störfum og þjónustu hverf úr sínu nær samfélagin. Þó að sé ekki langt kannski í næsta hverju Fjarðabyggðar þá er enga síður þetta ekki eitthvað sem manni finnst þægilegt að takast á við og kannski höfum afskaplega lítil úrræði heldur þetta að reyna að gera það verkum að fólk sem á erfitt með að sækja lyf fái aðstoð hjá Lyfju við að ná við það. Þannig að svo sannlega þurfum við að horfa til þess hvernig við getum elt þessa þjónustu en við vitum að það er mikið við vitum að það er mikla samfélagsbreytingar í þjónustu. Því miður og það er eitt af því sem við höfum reynt að horfa til á sveitarfélaginu að efla verslun og þjónustu kaup hér innan síðustu ár. Síðan náttúrulega svo sem kannski er ekki meira við að bæta hér en ég ætla aðeins bara að koma inn á svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs þó hún sé hér sérstaklega til umræðu og eftir. Svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs er nú lögð fram í annað skipti, þetta var innleitt í lög 2006, unnið þá fyrsta svæðisáætlun til 10 ára, eitthvað svoleiðis, unnið á vegum SSA þá voru þetta 11 sveitarfélög ef maður rétt, minni mig. Nú erum við 4 sem stöndum þessa svæðisáætlun og hún er góð og gild og allt í lagi með það. Engu að síður þurfum við að horfa á þetta mjög, síðast var þetta svolítið plagg sem þetta ganga frá, þetta fór svolítið upp í hillur og sveitarfélögunum. Ég er ekki viss hversu margir hafa flett þeim síðan þá, þeim svæðisáætlun sem gildi hafa undan þessari og hversu mikið hefur verið stuðst við hana í úrgangsmálum sveitarfélaga. Ég hef bara ýmsar efasemdir það. Svo ætla að vera bara heiðarlegur og ég er þar ekki undanskilinn. Bæði vegna þess að þær kannski tóku meira mið af því stjórnsýslulega hlutverki sem það gengdu heldur en hinu raunverulega hlutverki sem í úrgangsmálum. Og þessi svona ákveðin leiti horfir í stöðunni svona í dag hjá sveitarfélögunum. Hún er svolítið að reyna að virkja til, hvetur til samstarfs og hvetur til þess að fjölga að semst hér komi að starfsmenn á vegum þá gerir ég ráð fyrir SSA eða Austurbrúar til þess að vera einhver samræming hlutverki sem ég held að við þurfum nú að hugsa mjög vel. Ég held að sé frekar nær fyrir sveitarfélögin á Austurlandi að horfa til þess að hugsanlega getur verið komin, hugsanlega er orðið þörf á því að sé einhvers konar meiri samstarf þeirra á milli í þessu málaflokki. Með jafnvel rekstri samlags sín á milli. Því að þessi málaflokkur eins og við vitum, hann hefur tekið gríðarlegum breytingum, hann er ört vaxandi í kostnaðarhlutdeild bæði innan sveitarsjóðs og eins líka hjá fólki, hjá íbúum okkar. Og við þurfum og erum skuldbundin því að leita leiða til þess að uppfylla þau lög sem orðin úrgangsmál hringrásarhagkerfi en minnka urðunina leið líka að gæta þess að fólk þurfi ekki alltaf að velta meira kostnaði á fólk. Þannig ég, og þetta mun leggja hér til að eftir að þessi áætlun verði samþykkt en ég tel enga síður hún sé mikilvægt að hún sé tekin til endurskoðunar eða hún sé tekin til skoðunar á þessu tímabili sem hún gildir, hún var ekki bara gegn ekki saman hlutverki og hinn að taka bara svæði hennar í bókaðitunni heldur að nýta hana og taka á henni breytingum eftir því sem hlutir breytast því að við verðum einfaldlega að gera betur í þessu málaflokki og hagkvæmari hátt.
Þannig að þetta vildi nú segja hér, svo ég vil ekki að segja hér eftir, ég mæli fyrir þessari áætlun. En það var ekki fleira, vilja fleiri hvaðis ljóð sem þetta ekki Bæjarás. Kristinn Þór Jónasson, gjörðu svo vel Kristinn. Kæra forseti, ég er bara að lýsa áhyggjur af lokun lyfju, þar sem skerist þjónustan Eskifirði enn einu sinni, en vonandi er þetta samtal sem á sér stað milli lyfja bæjarstjórans til þess að minnka eitthvað áhrifinu því. Þetta er ömurlegt ástand. Og svo vil ég lýsa ánægju með stofnun starfshópsins sem virða húsið Eskifirði og vonandi er hópurinn að skila fljótt að sér og farið verður hægt að koma þessum málum að stað og bæta aðstöðuna í íþróttamálum á Eskifirði til framtíðar. Þetta er mjög mikilvægt og bara ég er ánægður með að þetta sé komið af stað og bara klárum þetta. Bara takk fyrir. Takk fyrir Kristinn. Vilja fleiri hvaðisljós? Svo virðist ekki vera. Þá ætla ég að bera upp þessar fundargerðir báða til atkvæðagreiðslu. Það sagði ekki að við skemmerki. Það er sagði þetta með 9 atkvæðum. Það var nú best að ég geri sér Stefán, sko. Ég bara kunni ekki við að brjóta. Ég ætla náttúrulega að bjóða Birgi velkominn Leifi hérna í byrjun. En að því að við Birgi erum svo að náða á milli okkar, þá fannst mér þetta ekkert nýtt að sjá hann. Þannig að hann er kominn tilbaka, snúinn tilbaka og Leifi. Þá er hér næst fundargerð skipulag og framkvæmdina nr. 33. Orðið laust hana, vil eitthvað þessi ljós? Undanskildin 3.6, já. Ragnar Sigurðsson hefur vakið athygli á vanhæfi sín undir lið 3.6 vegna setur sinni í sóknarnefnd, formennsku sóknarnefnd, Reyðarfjarðarkirkju og sem er aðkomu aðalega því þannig að við tökum þann lið hreyfingið í andmælum og tökum þann lið sérstaklega þremfjöldun atkvæðagreiðslu. Þannig að bæriðar þú undanskilur hann. Þá er að öðruleyti fundargerðin til umræðu, vill einhver hvers ljós, svo virðist ekki verið, ég ber hann þá upp til samvittar, hún er saðið með 9 atkvæðum. Þá tökum við lið 3.6 til umfjöldun atkvæðagreiðslu, Ragnar víkur úr sal. Sáliður fjallar sem sagt vinnu, eða svona undirbúningsvinnu á deiliskipulagsbreytingu við miðbæ Reyðarfjarðar og nefndin vísaði til frekari og stærri svona vinnu í tengslu við hérna uppbyggingu miðbækjarna en enga síður var sóknefndin þar með athugasemdir eða við og Ragnar hefur því óskattur að taka ekki þátt í afgreiðslu málsins hér við einhver þessi hljóðs. Svo virðist ekki verið að bera þannig lið til samþykktar, hann er samþykktur með 8 atkvæðum og Ragnar Sigurðsson að gangast í sal aftur. Þá er að næst fundargerð hafnarstjórnar númer 326. Orðið laust hana. Engin hvað þessi ljós, ég ætla að bera hann til samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það fundargerð fjölskyldunefndar númer 32. Orðið laust hana. Engin hvað þessi ljós, ég ætla að bera hann til samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er næst fundargerð stjórnar menningarstofu númer 17. Og leði ég opna mældiska óskattur að fá að taka aðeins til málsfundi þeim lið eins og við sjáum og ég margbúin að segja hér þá er náttúrulega söfnin okkar mjög umfangsmikil í dagskrá stjórnarmenningarstofu og það er bara á ástæðu. Við erum bara, vorum komið þangað það þurfti bara, við erum að taka út af það málflokk, við erum að horfa þar á margskonar verkefni sem eru á næsta árum, komum á stað þau munum taka nokkur ár. Við erum að horfa til náttúrulega geymslumála safnana að koma hér á fót einni miðlar í geymslu fyrir öll söfnin sem svona vonandi eftir einhver 4-5 ár geti tekið til starfa. Þangað til verðum við í svona öðrum lausnum eins og við verið. Sú geymsla mun vera á Eskifirði ef allt gengur eftir og geta alveg sinnt sínu hlutverki fyrir öll söfnin. En kröfur sem gerðar til safnageymsla í dag eru slíkar að það væri ekki skynsamlegt fyrir Fjarðabyggð að fara að byggja þær upp á mörgum stöðum, heldur betur að flytja safnmun á milli í sýningar og við eigum og þar erum við að horfa til húsnæðis á Eskifirði sem er afar hentugt en mun þurfa samt að fara í gegnum töluverða endurnýjun og endurbætur til þess að taka við hlutverki. Við svona þekkjum að við erum að reyna að stíga hér fyrstu skrefið með Stríðsárssafnið í haust ef allt gengur eftir. Við erum með þar styrkumsóknir úti núna og erum þá að horfa til þess. Það er þetta uppbygging hérna upp í Spítalakampi sem er hérna hægt að gera með, við getum sagt að við erum að horfa hönnun eins og drauga hönnun sem við unnið með síðan í fyrra er að við getum unnið það í áfengum en að fara að horfa til þess að safnið komist meira út í braggana, verðandi bragga, þannig að það var einnig eftir.
en reisa þá leið 2 og það fái þar hlutverk og nú er þetta safnahús muni þá breytast í það að vera svona einhver leiti úrelt að hluta til og við erum svona að vinna með þetta uppi. En kannski það sem sérstaklega benda á að eftir góðar ábendingar frá formanni Bæjarráðsmennans útilistaverk á Sementstankana hér á Reyðarfirði fór forstöðum að menningarstofu því að við erum líka að halda vel utan á menningarstofu og þar er mikið af verkefni núna í gangi og ég hvet ykkur til þess að horfa til þess í sumar að taka þátt í náttúrulega þeim uppákomum sem menningarstofa stendur fyrir skapandi sumarstörf og fleira sem er í gang að Sementstankarnir sem hér eru og svona trjóna hér yfir og hafa þetta mikið hlutverk í því að hér sé til þetta byggingarefni. Við höfum lengum hortið þess að það væri svona skemmtilega að þeir hefðu yfir sér aðra ímynd og Ragnar hafði samstarfi við Þórhildi Tinnu vakið máls á þessu og því við höfum hortið þess að fara í útilistaverka svo horfa til útilistaverka á næstu árum hjá okkur með að setja svona eitthvað smá fjármagn hverju ári bæði þau við útilistar sem nú þeir eru til í viðhald og eins í að skapa ný og við erum að vinna núna með listamönnum að útfærslum komu nokkrar útfærslur leitað til nokkrar mismundi listamanna stjórn menningarstofu leist þar best á ákveðnar tillögur sem við erum útfæra meira kannski á myndefnið horfa til þess að gera þetta með þeim hætti að þetta svona tengi Reyðarfjörð og stríðsárin þetta sé svona íslenski raunveruleikin í stríðsárunum og þetta getur orðið mjög, mjög spennandi og vonandi næst í gegn og verið gert í sumar ef allt gengur eftir og þá verður svona hægt að ræða þetta hér þá vonandi það 5. júní ef við sjáum meira til lands í þessum máli. En það var ekki fleira sem ég ætla að taka undir stjórn menningarstofu, það vilja fleiri kveðsljós. Ragnar Sigurðsson við beðum orðið, gjörðu svo Ragnar. Já, takk fyrir. Ég ætlaði fyrst og fremst að koma hérna upp og hrósa forstöðumanni menningarstofu og stjórnar menningarstofu fyrir það í rauninni að þau eru búin að vera að leggja áherslu á útilistaverk núna undanfarnum árum og við höfum verið að setja þetta sem fastan lið inn í fjárhagsáætlun hjá okkur og við byrjuðum á útilistaverkum á Norðfirði í fyrra eða í hittifyrra, ég man nú ekki alveg hittifyrra örglega og erum núna þá að fara í þessa hugmynd hér varðandi Sementstankana eins og formaður menningarstofu kom inn á og það er algjör sómi að því hversu hratt var unnið til verka, hversu fljótt listamenn skiluðu inn tillögum sem eru auðvitað til marks það hversu jákvæðum augum þeir horfa á þetta sem tækifæri til að nýta undir útilistaverk og þá verður þá væntanlega horft til annarra byggðarkjarna á næstu árum því við höfum þessi tækifæri víða og eins og Jón Björn kom inn á og þá er þetta nauðsynlegu liður í okkar sveitafélagi þessir sementstankar en enga síður þá eru þeir í augum margra líti en ég verð að segja það með þessar tillögur þá horfum til þess að fyrir endan á því vegna þess að allar þessar tillögur voru mjög flottar og svo tillaga sem var valin fellur að mínum mati langt best svona gagnvart sögu og sérstöðu Reyðarfjarðar og með tilliti til stríðsárana og stríðsársafnsins og mun sóma sér virkilega vel og listamaðurinn hefur samþykkt að koma hérna í miðjan júní og ætlar að gefa sér 4 vikur í að skreyta tankana og ég vona að við verðum öll sammála það að verði mikill sómi af þessu í framtíðinni. Takk Ragnar. Ég hugsa að við höfum báðir gleymt en listamaður sem var nú fyrir valinu heitir Stefán Motta sem mun taka svo hefur tekið að sér mjög stór verk, útilistaverk og skila þeim afar vel. Fengum að sjá sýnishorn af því. Orðið laust gott fólk. Engi hvað þessi ljós, ég ætla að bera upp fundargerðarstjórn menningarstofnum 17. Hún er saðið með 9 atkvæðum. Þá erum koni áðurnefnda svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs. Þetta er semst uppfærð áætlun fyrir árin 25 til 30. Það eru unnar til 10 ára. Þrátt fyrir að ég hafi haft það efasemdir að þetta fara, þá hefum við Gunnar fengið þar leiðbeiningar frá sambandi, sveitafélaga,
að þessi að vegna þetta er áætlunarlands sjálfst vegna svona fjórðungsáætlun þá þurfum einungis einu umræðu hér í bæjarstjórn en ekki tvær eins og okkar innri áætlanir þurfa. Þannig orðið laust okkur, ég er svo sem búin að fara yfir það hér áðan, þú veist, hér er þetta bara samantekið, þetta er áætlun hvernig skulum gengið í úrgangsmál næstu 10 árum. Það er horft til núverandi stöðursveitarfélaganna reynda að rýna í gögn það sem fer til urðunar, endurvinnslu og framvegis. Það er ljóst í þessari áætlun að sveitarfélögin á Austurlandi eru ekki að ná nokkurn hátt þeim markmiðum sem lögin hafa sett. Við erum með allt og mikið til urðunar og allt og lítið endurvinnslu. Það er raun og veru á fyrstu leiðarvísarnir í þeirri lagaumgjörð sem nú eru að koma og við það þarf verulega breytinga í þessi stað á næsta ári til þess að við eigum séns á því að eigum möguleika, svo við talum rétt íslensku eigum möguleika á því að standast það. Í sjálfum sér veit ég, það er ekki viðurlögum að ræða en það er ljóst að inn í framtíðina mun vera beitt samt einhvers konar viðurlögum til þess að draga úr kolefnisspori og slíku fleira. Þannig að það er ýmsa stefna þarna. Ég veit ekki hvort áætlunin sjálf getur öll tekið á því en við þurfum allavega að nýta okkur hana og endurskoða hana eins og áður segir. Og við vorum sammála bæði að væri ýmislegt sem við teldum að þyrfti að skoða betur en það sé að gera það á samlega þessu. Einhver kveðis ljós áætlunina. Svo virðist ekki vera þá byrjun til saðendar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er hérna liður 8 fundaáætlun bæjarstjórnar. Tillagan er svo að þann 5. júní er bæjarstjórnarfundur samkvæmt plani, næst síðasti bæjarstjórnarfundur fyrir sumarleyfi, öllu óbreyttu. Til hans er boðað klukkan 4 en við erum óskað til því að bæjarstjórn samþykki hann fari fram klukkan 3 dag því að þennan dag á að vígja nýjan íbúðakjarna fyrir fatlaða hér á Reyðarfirði klukkan 5 og þannig að bæjarstjórn geti lokið fundastar að horta þess að hvort bæjarstjórn geti lokið fundi sínum áður en svo aðtöf fer fram sem að sjálfsögðu bæjarfulltrúar eru boðnir til og hafa fengið póstum. Einhver vill taka til máls. Svo verðist ekki verið að beinast til til saðendar. Hún er sagði með 9 atkvæðum þannig að næsti fundur bæjarstjórnar mun fara fram 5. júní klukkan 15. Þá er ekki fleira sem hér er fyrir fundi í dag. Dagskrá tæmd. Þakka bæjarfulltrúum fundasveitina og segi fundi slítið.